Ég sé spælingi vera við í hópnum okkar. Allan enginn að lesa skilaboðin ennþá. Býtu, við erum komin hérna í útsetningu, þannig ég ætla aðeins að fá að heilsa ef einhver er að horfa hérna minn. Velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi, 17. nóvember. Hljómar er svo merkilegu dagur. Eitthvað hefur við gert á 17. nóvember. En hérna, þetta er svona tilraunaþáttur. Nú ætlum við að hafa, það er opin lína, þannig að þú áhorfandi góður getur bara komið hérna inn í þáttinn. Við erum að leita eftir svona sögum af leigumarkaði. Við höfum svolítið verið með fókusin á því hérna við Rauðaborðið undanfarið og svo finnst okkur svo gaman að þessari tækni, hvað hann hefur breyst, að nú er það í þessari svona litlu sjónvarpsstöð sem er samstöðin, sem er eiginlega bara búin til úr 3 eldspýtustokkum og járnherratré, að þá er hægt að hafa bara þjóðarsálina í sjónvarpi, þannig að það er að hringja inn í mynd. Þetta var, ég man eftir þess að þetta var eftir svona framtíðamyndum þegar maður var barn, svona sem voru búin til 1970. Þá var myndsýni og þótti alveg rosalega byltingakennt. En þetta er hægt að vera bara í beinni útsetningu á Facebook og við ætlum þessu líka á YouTube og víðar. Og fólk getur bara hlustað og svo getur það bara haft samband. Og hvernig hefur þú samband? Þú ferð inn á Facebook þar sem er samstöðin til dæmis. Þar er hérna kynning á þessu þætti hérna, sem er núna. Það er svona rautt spjald en þar er hrekkur og þú ítir bara á hlekkin. Þú þarft ekkert app, þú bara flýgur hingað inn, beint inn í beina útsetningu. Kannski tekst okkur að byggja þetta upp þannig að þetta getur orðið svona skemmtilegur vettvangur að í staðinn fyrir að fólk sé að spjalla saman á Facebook á þráðunum og skrifa mikið þá getur það bara komið hingað inn. Svona, stemmingin hérna er nú ekki, þetta er nú bara eins og borð á kaffihúsi eða eins og lestarklefi, þar sem að ókunnir taka upp mas, stytta tímann hvor fyrir öðrum á leiðinni á milli 2 borga. En það er komin einn hlustandi á línuna, Yngvi, vertu velkomin Yngvi. Takk. Ég hef nú hitt þig áður, þannig að ég veit hver þú ert, gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Herðu, yfirskriftin, við erum að reyna að safna saman sögum af leigumarkaðnum. Við erum að reyna að skilja leigumarkaðinn betur. Þú ert búin að vera lengi á leigumarkaði, ekki? Jú, meira að minna, ég átti nögt hún íbúð með barnsmóður minni en ég er meira að minna búin að vera allt mitt líf, utan við 3-4 ár á markaðinum. Og það sem er svo merkilegt hérna í gamla daga þegar maður var ungur maður, þá var ekkert mál að leigja íbúð eða herbergi eða hvað sem þurfti og það var eiginlega í hina áttina að leigusalarnir voru að hafa fyrir því að auglýsa íbúðirnar og fá fólk til að leigja. Í dag kemur bara hópur af fólki að skoða bara hvaða greinin sem er. Og hvenær var þetta sem var svona auðvelt að leigja? Ég man eftir þessu bara 90. Ég byrjaði náttúrulega að leigja með ungum maður 18 ára. Já, 90-95 alveg til svona verða 98, þetta sé ekki svona svipum tímapunkti og já, verkamannabústaðirnir fóru af sjónarsviðinu, eitthvað svoleiðis. Fyrir að þrengja og síðan er þetta bara búið sífellt erfiðara að leigja, sko. Í hérna leigjendasamtökin sem að voru hvað lengst á lífi hérna, voru stofnuð 1978 og þau voru ákveðu skrifstofu í Bóklúðstígnum, í kjallaranum á hérna húsi sem er svona í brekkunni. Ég held að það sé búið að taka þetta hús einhvern veginn undir hérna rekstur MR, það sé einhver hluti af því. En ég vann þar og ég held að það sé ekki 78, það ekki verið 79 að við tekið svona smá tíma að koma fótunum undir hérna undir reksturinn, þannig að hérna en þá ráku leigjendasamtökin meðal annars leigumiðlun og þá var fólk að hringja inn að leita húsnæði og fólk að koma að bjóða húsnæði og þetta var oft kostuleg erindi. En ég er svona að reyna að hugsa aftur, sko, ég man ekki að sko svona að þetta hafi verið svona jafnt erfitt og þetta hljómar í dag. Að það hafi verið kannski, þú veist, bara fjölmargir sömu íbúð eins og er raunin í dag.
Já, Það þú voru veit þarna, nokkuð við á. vorum með einhverja íbúðir á skrá og þær voru svona með einhver tíma og þetta var ekki allt saman gott. Ég get nú sagt ykkur sögur af því að þið nenni að hlusta á eftir. Það var ekki allt gott húsnæði sem var verið að bjóða. Ha. Nei. Nei. En hér er komin annar, það er Jack Daniels. Ert þú ekki úti í Danmörku? Nei, ég mun vist vera í Svíþjóð. Í Svíþjóð? Já, Ertu að leigja í Svíþjóð? já, við leigjum hérna í Svíþjóð. Já. Og hefurðu reynslu á leigumarkaði á Íslandi og Svíþjóð til þess að bera það saman fyrir okkur? Og já, það er enda 4 ár síðan ég flutti út, þannig að ég hef samanburðin náttúrulega og líka frá vinum og kunningjum sem eru á leigumarkaði á Íslandi. Já. Ég hef náttúrulega ekki leigt í Reykjavík, hef ég ekki leigt síðan fyrir aldamót. Þannig að það er komin yfir 20 ár síðan ég var á leigumarkaði í Reykjavík, sko. En það var ekkert auðvelt, þú veist. Síðast leigði ég herbergin í íbúð hjá eldri manni sem ég þekkti. Hafði búin aðgang að flestu þar. En sko, bara því að það var ekkert, bæði var erfitt að fá íbúð og eins líka það að maður hafði bara ekkert efni á því. Ég var að vinna bara sem verkamaður og strætóbílstjóri og ef maður skuldaði meðlög þá var bara allt rifið af manni. Það var kannski með maður gat leigt einhverja herbergiskitru í iðnaðarhúsnæði eða ólöglegu húsnæði eða svart. Leigja á almennum markaði eða hjá leigufélögum, það var bara ekki fræðilegur möguleiki. Og sko, ég veit nú ekki almennilega hvað leiga og 3 herbergja íbúð er í dag á Íslandi, en þegar ég bjó á Selfossi 2017, sko þá var 3 herbergja íbúð hjá hvað heitir það, Heimavellir. Hún var komin í 170.000, sko 80 fermetra íbúð. Já. Og hún hefur hækkað síðan þá, það er alveg klárt. Já. Við erum 3 að leigja hérna saman í Svíþjóð og við leigjum með hita og rafmagn og öllu á 12.500 og maður margfaldar það með 15, hvað er það í dag? 12.500, það eru svona, ég gíska á það síðan nálagt 200, ekki? Jú, það er rétt undir 200.000. 120 plus 6, það er 18 og svo eitthvað þarna til viðbótar, það er svona 190.000. Já, það getur passað. Þá sérðu það, með rafmagn og hita og öllu. Er það 3 setjabergi íbúð þá? Þetta er 175 fermetra einbýlishús á 3 hæðum. Wow, ok. Já. Eitthvað 500.000 hérna á Íslandi. Þetta myndi ekki kosta undir 500.000 á Íslandi, sko, fyrir utan rafmagn og hita, sko. En hvar ertu í Svíþjóð? Ég er í Suður Svíþjóð, í Smálöndunum, hvað hefur maður að segja, sko 25 mann, sem kölluð er, sem er vegurinn á milli Växjö og Kalmar, liggur hérna í gegn. Það eru 30 kilometra, við erum 30 kilometra suðaustur af Växjö. Já, fucking Åmål er eitthvað stað svona fyrir norðan þig eitthvað staðar. Åmål er miklu norðar, það er alveg 4 tíma keyrsla þangað. Er þetta svæði sem er svona deyfði yfir, heldur að það geti verið að verðið á íbúðinni sé lágt vegna þess að þetta sé ekki svona blómlegt svæði, getur það verið? Þetta er mjög blómlegt svæði hérna og það er sko, það er búið að spretta upp hérna ógrynni af smáfyrirtækjum í COVID-faraldrinum vegna þess að Svíar voru dálítið sniðugir. Þegar COVID skall á hérna, sko skattalöggjöfin hérna gagnvart fyrirtækjum er allt öðruvísi heldur en á Íslandi. Og sko, ef þú stofnar fyrirtæki hérna, þá þurfti fyrir COVID að fyrirtæki þurfti að eiga 50.000 í eigið fé eða eignum skráðum á fyrirtækið, en þeir lækkuðu hann í 25.000. Upp úr þessu sprakk haug. Þetta nú frýs eitthvað hjá
Já, Jack Daniels. Þú af fyrirtækjum. Það skal gera eitt. Þú darst aðeins hana út. En þú ert að segja þetta sé blómlegt svæði. Já, þetta það. En segðu mér eitt, að því að þú segist að þú búin að leigja hann í 4 ár. Ertu búin að vera í sama staðnum og má ég spyrja þig, hvað hefur húsaleigan hækkað á þessum 4 árum? Sko, nei, við leigðum einbýlishús í litlum bæ sem heitir Rota, hérna 100 km norður af Karlstað, upp í Värmland. Þar vorum við sem sagt frá því í júlí 2017 og þangað til í lok ágúst í fyrra. Þá fluttum við hingað. Í Rota þá vorum við með það sem kallast kallhýra, greiddum sjálf fyrir rafmagn og hita eða upphitun og borguðum 6.000 í húsaleigu. Húsaleigan hækkaði ekkert á þessum 3 árum sem við byggum þar. Og hún hefur ekkert hækkað síðan við fluttum hingað. Þrátt fyrir það að nú er sko staðan þannig hérna í Svíþjóð að Það er eitthvað erfitt sambandið. Ég var að mæra tæknin á þann, en það er svona, ef þið ætla að koma hingað inn, en þá eru flestir með búna til þess, en það er eitt snjallt ráð sem er að svona enduræsa tölvuna sem maður notar og ráterinn, því að stundum er það þannig að ef það er svona mikið að forritum opið í símanum eða tölvunni eða eitthvað svoleiðis, að það getur svona hægt á minnka getu fólks til þess að vera í svona beinni útsettingu í hljóð og mynd. Við erum á 500 ljósleiðara hérna. Já. Og tölvan er alveg í toppstandi, ekkert Windows-drasl hér, sko. En þessi tækni er alveg ótrúlega. Ég var hérna með þáttum daginn sem ég var að ræða við fólk og einn var í Chile, annar í Shanghai og hinn í Sydney í Ástralíu. Og við sátum hérna og vorum bara að spjalla heimsmálin og COVID. Þetta er hérna merkileg tækni. Hvað ykkur til þess að koma og taka þátt? Þetta er skemmtilegt að geta dottið svona inn í þetta og fylgst með því sem er í gangi live, eins og maður segir. Já. Það segðu mig þegar þú varst einn og fráskilinn og þurftir að borga meðlög og aftur hefur ekki efni á því að búa nema í einu herbergi. Það var tímabilið þinni ævi. Já, það var tímabil sem að það er bara einhvern veginn, fólk aðlagast. Þú veist, þetta er erfitt til að byrja með og erfitt að sætta sig við hlutina, en þú veist, maður aðlagast þessu, maður venst þessu og eftir smá tíma er þetta ekki tiltökumál. Og þá finnst mér þetta bara sjálfsagður hlutur. Þetta er bara, þú veist, þegar ég var ungur maður þá lenti ég svolítið á sóllinum eins og stundum vill verða og átti hvergi höfð mínu halla heila vetur og þú veist, hafa gist í húsasundum og yfirgefnum húsum og fjöllum og stígagöngum og bara nefndu það, þú veist. Það var bort upp í gömlu hampiðuna sem var helviti gott að fara til þegar var kalt í veðri vegna þess að þar var loftræsting fyrir alla hampiðuna og það gat verið líkt fyrir utan. Ég sagði áðan að ég hefði unnið hjá Leigjendasamtökunum, ég held að það hefði verið 79 frekar en 78, mér finnst það einhvern veginn. Og þá var maður að taka á móti símtölum þar sem fólk var að bjóða íbúðir og stundum herbergi til leigu. Maður er búin að ganga í gegnum. Og einu sinni hringdi kona hérna og var að lýsa herbergi sem hún væri með og það væri nú ekki mikið stórt, það væri svona í kjallaranum og hvað heldur það sé stórt? Já, það er kannski svona 2 metrar sinnum 4, það er svona eitthvað það bil og hvað er þetta? Já, þetta er svona einir í kjallara og í hvers svona húsi? Já, þetta er í blokk og já, hvað er þetta? Já, þetta er í bökkunum og þá fór hún að gruna sko að hann væri að tala geymsluna í húsinu sem var niður í kjallara. Í blokkunum, í bökkunum var ekki kjallara íbúðir. Þannig að ég spurði áttu við þetta er þetta svona geymsla? Þá sagði hann já, og er þetta svona rimla geymsla? Nei, við erum búin að fylla upp í það. Við munum ekki eftir að hafa svona rimlar á milli, þannig að það sást svona í gegn, en hún var svona búin að fylla upp í það. Og ég sagði, það er ekkert engin salernisaðstaða. Nei, ég hafði nú hugsað þetta leigja þetta bara fyrir svona eitthvað svona kallmann sem var einn, þannig að
hann gæti bara komið og hérna, hann mætti bara nota sundlaugarnar og til þess að baða sig og eitthvað svona. Já, en hann þarf kannski að pissa, sagði ég. Já, hann má svo sem koma hingað upp til okkar en ekki eftir klukkan 9 á kvöldin. Og þetta voru svona hugmyndir það hvernig aðbúnaður hérna, einstæði kallar geti búið við. Ég skráði þetta nú ekki. Svo kom til mín hérna á skrifstofuna hérna, eldri maður sem að því þú varst nú að tala svona drykkvelda menn, hann var svona svolítið drykkveldur og var að kom og vildi setjast og segja manni sögur. Og hann sagði það að þegar hann var að leigja þá var oft leigt svona forstofuherbergi. Það svona, þetta í húsunum sem eru á melunum og hlíðunum, þá var oft svona forstofuherbergi, stundum kallað húsbóndaherbergi, það sem svona, til ekki alveg íbúðinu og þetta var oft leigt til svona kalla. Og hann sagði að það væri stundum verið rosalega erfitt að maður mátti ekki hafa neinn ramastæki, til dæmis ekki svona hellu til þess að elda sér og það var alltaf að nei, þú mátt ekki vegna þess að það er ekki hægt að hafa aðgreint rafmagn í forstofuherberginu. Og hann sagði það var lært það að hann sagði svona við fólkið en má ekki hafa straujárn. Og fólkið sagði jú, þetta máttu hafa straujárn því að það var svona merki að þetta væri snyrtimaður og snyrtimenni og það var svona jákvætt, þannig að það fekk að hafa straujárn. Og hann lærði það að hann var með svona 2 múrsteina, þannig sem hann kveikti á straujárninu, sneriði við og sesti á milli 2 múrsteina og eldaði kjötsúpu á straujárninu. Þetta svona, því að Jack Daniels var að segja það að menn aðlægast og menn bara læra að lifa af. En þessi hugmynd að svona kallmenn ættu raunverulega gerði ekki neina kröfur heimili. Pabbi var fráskilinn, mamma og pabbi skildu þegar ég var barn og hann lifði mjög lengi svona í einhverjum þakherbergjum á Hverfisgötunni, drykkveldur maður, bjó í einhverju einu herbergi með aðganga klósetti ásamt einhverjum 4, 5, 6, 7 öðrum drykkveldum mönnum. Og þannig að ég veit ekki hvort þetta sé ennþá svona, það sé litið á að einleipir kallar gerir raunverulega ekki kröfur að eiga heimili. Hvað segir það? Þau eru nú allir kallar hérna á línunni. Ég gerir sannlega kröfur það. Bara heldur að fólk gerir sér fyrir, sko, þú veist, þetta er alveg jafn algengt og jafnvel algengar í dag heldur en það var þá. Því að sjáu þið bara hvað er mikið af fólki sem er heimilislaust og hefur í raun engin úrræði. Ég meina þetta er langerfiðast fyrir fólk sem er í neyslu sem dæmi. Það er raunverulega gjörsamlega útsett fyrir því að fá nokkuð staðar húsnæði. Annað síðan líka að það eru öryrkjar sem að lenda eða eru að bíða þegar að komast á örorku og eru á milli skips og bryggju og eru í raun ekkert annað að gera heldur en að reyna að halda sér á floti þar. Súper tæki. En kannast þið við þetta, Guðmundur og Yngvi, að hugmyndir fólks það hvaða kröfur kallar gerir séu svona skrýtnar, að kallar gerir ekki kröfur bara nema betta út í horni? Nei, ég get ekki sagt að ég hafi fundið fyrir því að þessu viðhorfi, minnst ekki svona í kringum mig. En ég var í þessari stöðu svona svipað eins og Jack nefnir að ég var fráskilinn og gat ekki búið það því að ég skuldaði meðlög og var að reyna að standa skil á þeim og sem ég gat nú ekki alltaf. Ég var þessum tíma eftir skilnaðinn stuðningsfulltrúi í grunnskóla sem þénaði 186.000 krónur á mánuði á þessum tíma. Þannig ég átti engin nokkuð leið fyrir mig til þess að leigja á þessum tíma eða þá að standa skil á meðlögunum. Þannig að ég leigði þá með var með litla skrifstofu í Ármálunum á leigu sem ég bjó hreinlega bara bara í heilt ár, næstu því. Bjó þar bara á sófa og lifði náttúrulega bara svona meinlæta lífi. Ég var náttúrulega ekki með salerni eða neitt þar inni en ég var með örbylgjuofn og svo var ég með aðganga salerni enda fram á ganginum og ég var svona að reyna að láta lítið fyrir mig fara á þessum tíma, láta nú ekki svona hina sem voru með skrifstofur á ganginum taka eftir því að ég byggja þarna. Ég held samt að það er að fara að grunna eitthvað á endanum. Ég held ég að nú svona reynda svona, ef við tekist ótrúlega vel að halda því svona frekar svona fyrirvera litlu. En svona var nú, þurfti ég að búa með fyrstum sinn en ég varst að svona, ég veit ekki hvort að svona almennt konur
myndi gera aðra kröfur. Ég held kannski að þetta sé erfiðara fyrir konur að vera í þessi aðstöðu. Það svona, ég veit ekki, það eins og með salernis og hreinlætismál, þetta svona auðveldur vik og kannski eitthvað svona alveg uppi það að geta hristið einhvern veginn af sér og hlaupið af sér skítinn í rigningunni og farið á baku næsta hús til þess að letta af sér og svona. En þetta hins vegar, eins og segi, þetta var bara mjög erfitt og en blessunarlega eftir mikið átak þá komst mér að koma mig fyrir á leigumarkaðnum. Það var eins og eina í stöðunni og sem betur fyrir var það þannig að á þeim tíma ég þurfti ekki að fara í gegnum þurfti ekki að athuga með lánstraust vegna þess að ég var komin þá á skrá hjá Kreditinfo út af meðlagsskuld og líka restar af námsláni sem ég hafði ekki klárað að greiða. Þannig að sko það var heldur ekkert neitt rosalega auðvelt að finna húsnæði þar sem maður þurfti ekki að fara í gegnum athugun hjá Kreditinfo. Það var eitt af þessu vinklu sem mér kveið ógulega fyrir og fannst mjög óþægilegt að þurfa að ljóstra upp það eða leyfa hugsanlegum leigusölum að fara í gegnum Kreditinfo-listan, hvort ég væri nú þess virðið að leigja mér. Það fannst mér mjög skrítið. Þannig að sá sem á Kreditinfo, hann getur ekki keypt sér af því hann getur ekki tekið lán en hann getur heldur ekki leigt. En svo hjá Heimavöllum getur ekki leigt ef þú ert hjá Kreditinfo. Og það var nú þannig þegar við leigðum með Heimavöllum þá var sambýliskona mín skráð fyrir þeirri íbúð vegna þess að það kom ekki til greina að ég geti verið skráður fyrir þeim leigusamning og ég fekk bara að vita það strax. Þess að leið og ég bara slegin kennitala mín og þá bara fekk ég að vita það því að ég var á skrá hjá Kreditinfo og ég get ekki leigt hjá þeim. Já, ég þekki þetta líka. Þetta var ekki svona í gamla daga, núna það bara fasteignasalar að sjá voðalega mikið að leiga út íbúðir líka og fara í gegnum alls konar tjekk með og taka leigu trygginguna líka eins og á mér sko. Leigutryggingin liggur á fasteignasalunum og ég leigi í gegnum fasteignasala. Já. Þegar ég var að leita íbúð fyrir mig og strákinn minn þá voru það eiginlega bara íbúðir auglýstar sem voru hjá fasteignasölum sem voru að leigja þær. Og gera þeir meiri kröfur fyrirframgreiðslu og að fólk sé ekki á vanskilaskrá hjá Kreditinfo? Klárlega, já. Klárlega. Ég held að það sé þetta orðið normið að Kreditinfo bara, já, sem fólk tjekkar almennt á orðið í dag þú ert að leigja því að þetta orðið sko, manstu hvað ég var að tala um áðan, í gamla daga var miklu auðveldara að fá íbúða því að það var sko oft vöntun á leigjendum frekar en vöntun á íbúðum, allavega manni eftir í þannig sko, fyrir 20-30 árum. En í dag það hina áttin alveg sko, það vöntun á íbúðum, ekki vöntun á leigjendum. Þannig að seljandamarkaður, þannig að seljendur geta gert kröfunar. Já, gera það alfarið, þetta alfarið á þeirra forsendum sko. Herðu, það fólk að skrá sig inn í samtök leigjenda og ég get þá sem að hlusta að gera það líka, það leigjendasamtökin.is og þá getur skráð ykkur inn. Og þar skráir fólk svona hvar það að leigja og þar kemur það fram, ekki á mörgum, hjá sumum, að fólk heimilislaust og það eru nokkrir sem hafa verið að skrá sig, það búið að vera mikil sveifla inn í samtökin núna, það eru nokkrir sem hafa skráð sig sem óstaðsettir á heimili, þannig að það bara fólk sem á götunni sem að skrá sig inn í leigjendasamtökin, þannig að ef það væri reynt að ná utan það einhvern veginn, hvar eru leigjendurnir, þá staðan svo að það alltaf einhver hluti af þessum hópi sem einfaldlega heimilislaus, hvað sem að býr á skrifstofu eins og Guðmundur gerði á tímabili eða bara fer að gista á beddanum hjá frænku eða frænda eða eitthvað slíkt. En ég bendi á að þetta svona opin lína, þannig að allir sem að vilja geta komið hingað inn. Þið farið inn á Facebook og finnið samstöðuna þar. Þar inn á síðunni kynning á þessu þætti og þar svona hlekkur og þið ítið á hann og bara fljúið inn. Þið getið vitnað það, Guðmundur og Yngvi, að það sár einfalt að komast hingað inn. Já, það var ekkert mál. Það er bara strax komum bara í útsendingu. Það ekkert mál. Bara stórfínt vett okkur til þess að ræða þetta og mér finnst þetta merkilegt líka af því að nú ég svona búin að opinbera
mig og náttúrulega þið líka bara sem leigjendur og það svona búið að vera að stoppa mig í Sundi og í Melabúðinni bæði aðri leigjendur og ekki síst leigusalar sem að sko svolítið merkilegt að því að eins og við vitum náttúrulega þá þekkjum við öll einhverja leigusala og þetta svona öll hópar náttúrulega bara fólk sem við kunnum vel við og vitum að með gott siðferði og gott og góður gegnum borgarar en þetta kemur sko mjög illa við kaunina þeim svona þessi orðræða og ég held að sé fyrst og fremst vegna þess að þetta sannleikskot sem að þeir átta sig á að það sannleikur í þessum skilaboðum og samtökunum og ég held nefnilega eins og ég ræddi við leigusala í Melabúðinni í dag í dágóða stund og honum bara leið ekki vel yfir því að vera í þessari aðstöðu það að segja það svona hann hafði aldrei litið á sjálfan sig öðruvísi heldur en mann sem aðstoði aðra. Hann var svona hjálparinn og reddarinn og gat útvegað fólki í húsnæði og þannig sjálfsmyndin hans var sú. En þegar við ræddum þessa stöðu þar sem að leigjandinn í rauninni að borga allan fjármagnskostnaðinn af húsinu og rétt rúmlega það til þess að svona og í eitthvað svona viðhaldskostnað að hann hafði aldrei reiknað sér eignamynduna eða verðhækkunina inn í og hefði kannski, af því hann á eitthvað 5-6 íbúðir og myndi kannski eignast 200-300 milljónir á svona framöndur starfslokin og á eins og við segjum svo oft á bökum vinnandi fólks og ég held að sé fyrir marga leigusala þessi svona hvað maður segja enduruppgötvun á sannleikanum hún komi til með að vera kannski frekar óþægileg fyrir marga en menn átt að segja á því hvernig í rauninni þeirra hagur byggist upp á vinnuframlagi annarra og aðrir skuli vera leggja í púkið fyrir þeirra lífeyri. Já. Það líka óvanir í að heyra þetta. Þegar þú varst í Morgunútvarpinu á Rás 2 fyrir 2 dögum eða svoleiðis. Fór ég inn á rú.is og googlaði að þetta athuga hvað verið langt síðan að hefði verið leigjandi í viðtali við Þjóðarútvarpið. Og ég fann það reyndar ekki sko. En það sem ég fann sem var eiginlega eina skipti sem rödd leigjanda var inn á RÚV. Það var fyrir 860 dögum að þá var lesið hluti úr yfirlýsingu leigjanda hjá félagsstofnun stúdenta í stúdentagörðum þegar það hafi komið upp eldur þar í nýju húsi þar og þau voru með eitthvað svona yfirlýsingu áhyggjur sínar af brunavörnum. Það liður frá því að það var lesið bút úr þessari yfirlýsingu og þangað til að þú komst í viðtal að það voru 860 dagar hjá Ríkisútvarpinu þar sem ekki var talað við einasta leigjanda eða öll leigjanda höfðu ekki heyrst sko. Þannig að það kannski skiljanlegt að leigusalar verði kumsa allt í einu þegar leigjendur koma með rödd og segja sína sjónarmið, vegna þess að það hefur bara ekki einfaldlega heyrst. Hefur orðið fyrir miklu viðbrögð, þú varst bæði á Bylgjunni og svo varstu á Ríkisútvarpinu, varstu við mikil viðbrögð við þessum viðtölum? Já, mjög mikil viðbrögð, persónulega bara eins og samfélagsmiðlum, ég fekk bæði pósta og svo var athugasemdir og svo hef ég var nú bara í Sundi áðan og Sundi í gær og þar var fólk sem stoppaði mig og hrósaði okkur samtökunum fyrir að birta svona skilegg í umræðinni og eins í Melabúðinni og svona. Ég nú svona alveg óhræddur við að spjalla við fólk og hef alltaf gert það en fólk minnst okkur tekið eftir þessu og það bara mjög gott að þetta hefur komist miklu víðar heldur en að ég hefði þorað að vona og viðbrögðin eru rosalega góð en ég sé það líka á þeim vinum mínum sem eru í þessar stöðu að vera leigusalar og ég þekki bara af góð einu sem heiðvirkt og gott og ærlegt fólk að
sem sagt, þegar að þessir einstaklingar þurfa að reyna að rökstyðja það að vera að leigja á einhverjum markaðsverði, þeir segja bara ég fylgi bara markaðnum, en þegar þurfa að vera að rökstyðja og það er flett svona ofan að því hvernig í rauninni þetta virkar, að þegar að viðkomandi er kannski búin að kaupa aðra eða þriðju íbúð eftir útleigu og álítur sér sem einhvers konar aðila sem kemur á móts við þá sem eru húsnæðis þurfi. Það er að segja, orðinni sko, svona, lítur á því sem þjón, en sko þegar að fara að fletta ofan að þessu og setja staðreynda fram þannig að þeir sem að búa í fasteigninni, þeir eru að kaupa hana fyrir þig og ekki eingöngu það með að við markaðsleiguverð eru að leggja til þín bara lausafé, svo 100.000 skipti á hverju einasta ári, að þá svona áttar fólk sig á þessari hugsunarvillu og verður, fer í mikla vörn. Ég tók eftir þessu umræðu bæði í gær og í dag að það er mikil vörn í þessu fólki vegna þess að það er svona þegar maður er svona eiginlega kannski svona staðinn að því með hendur hún í krukkunni sko og maður hélt að maður mætti bara éta úr henni eins og maður vildi meðan að búrdyrnar væru lokaðar sko. Að svo allt í einu hrekkur urðin upp og maður svona áttar sig allt í einu á því að sannleikurinn er bara sá að þú áttir ekkert með að vera að hrifsa þetta allt saman til þín og nú er þetta bara einhvern veginn komið í umræðinu og það er búið að fletta ofan að þessu eða er ekkert að fletta ofan að þessu vegna þess að þetta er augljós sannleikur fyrir okkur öll sem hefur verið á leigumarkaðnum öll þessi ár en sem betur fer við núna rödd og vettvang með samtökunum, leigjendasamtökunum að koma þessu á framfæri og gera fólki og líðunum ljóst hvernig þessu liggur öllu saman og það er bara markmiðið náttúrulega eins og við erum sammála að koma skilaboðum sem víðast og safna fleiri félögum. Yngvi, þú skrifaði grein með Guðmundi, fékkstu viðbrögð við henni? Já, fullt af viðbrögðum bara og fullt af fólki búið að nefna þetta við mig á rakaranum mínum í dag og hann var að tala þetta og fólk getur ekkert neitað þessu. Þú veist, það getur ekki neitað að svona er veruleiki. Og ég var líka að ræða þetta við kunningja minn bara reynda stuttlega sem er hérna að fastnaðsali og hann fór strax í vörn sko að það var að þyrfti að skipta parkett og íbúðunum og alls konar skemmdir og alls konar svona einhver fyrirsláttur bara í raun og veru. Fólk fer nefnilega í vörn, er að verja sko sína hegðun sem er bara mannlegt eðli kannski. Já, ég tók eftir þessu mjög víða að svona fólk fer að tína til, já það þarf nú að skipta lagnir og svona eitt og annað og mér fannst nú bara svona myndaðist þráður hérna hjá einum leigusalanum sem er góðu vinur minn og æskuvinur minn sem þeir töluðu með þetta og það var forvindlegt að sjá svona hvað maður segja svona hugsunina eða svona vinkilinn hjá leigusalanum og hversu sjálfsagt þetta svona þykir að leigjandi rauninni bara borgi fyrir húsið og að því að áhættan sé leigusalans og hann lagði fram útborgunina, hafði einhvern veginn þræla fyrir henni eða hvernig sem hann nálgaðist hana. Það er svona að þessi staða gerði leigusalanum bara kleift að nýta sér hana og það væri rauninni ekkert rangt við það. Og þetta var svona, veist, ég held að þetta sé voðalega mikið þannig að svo fólk hugsa sko þessi átti útborgunina og þessi hefur hegðað sér vel í fjármálum og ekki komið sér í klantur og á vanskilaskrá og getur þar að leiðandi nýtt sér tækifæri fjármálamarkaðarins eða fasteignamarkaðarins með því að fjárfesta í húsnæði sem að hann getur svo látið aðra borga fyrir og þetta þykir bara rosalega snjallt af mörgum. En það er akkurat ástæðan fyrir að ég gekk í þessi leigjendasamtök og er með í þessari stjórn að þegar maður tekur eftir því á svona það eru svona Facebook-vefjir og Facebook-hópara sem menn eru að ræða fjárfestingar og fjárfestingamöguleika. Og það er bara almenn samstaðan það að þessi besta fjárfestingin að kaupa íbúð og leigja öðrum. Það er mest í gróðin á fé fyrir það. Og fyrir mér er það eitthvað rangt. Það er bara eitthvað rangt við það.
Já, þetta bara mikið rangt og ég var að velta þessu fyrir mér í dag því að ég horfði á samstöðunni í gærkvöldi þar sem að Gunnar Smári var að ræða við 3 held ég að allir verið hagfræðingar í Sviss og man ekki hvaða löndum hinni 2 voru ykkur, annar var Þeir voru bara hérna í Reykjavík, það var Ásgeir Brynjar Torfason sem var hérna í Reykjavík og svo var hann Róbert Farnsveit sem hagfræðingur ASÍ og svo var Ólafur Margeirsson sem starfar hjá stóru húsnæðisfélagi í Sviss. Já, þetta var alveg stórmerkilegur þáttur, alveg stórmerkilegur og alveg óbúslega fróðlegt og hérna að hlusta á það og ég sem sagt hugsaði mikið þetta í gær og þetta náttúrulega svona, hvað maður segja, svona uppgötvun eða svona uppljómun sem hefur verið að verða til hjá mér undanfarna vikur og mánuði og svona kristallaði svolítið í þessu samtali í gær eða svona var svona aðeins beittari og ég fór svona átta mig á því í dag að ástæðan fyrir þetta svona og hann talaði það líka Ólafur Margeirsson að það væri hreinlega bara of margir sem högnuðust á núverandi ástandi og það bara þannig held ég í dag að það svona ofsalega sterkir fjármagnseigendur sem að græða alveg ofboðslega mikið fé á þessu ástandi og það nógu margir sem að græða eitthvað smá sem að verður til þess að þeir notað sem einhvers konar skjöldur fyrir þessa stóraðilega sem soga til sín náttúrulega það allra mesta úr þessu ástandi og uppruni alls þessa fjár að mestu leyti hjá veikasta þriðjungi landsins eða svona veikasta fjórðungi sem ávallaði hnífs á skeiðar. Þannig að í rauninni þessi millistétt sem býr í eigin húsnæði, hún einhvers konar svona pípa eða svona þaðan sko þessu svona fjármagni leigjandana sko soga til kapitalistar vegna þess að millistétta fólki það vill ekki taka þátt í því eða vill ekki ávarpa það að hér réttist af leigumarkað eða fasteignamarkaðurinn sem verður kannski til þess að fasteignir þeirra muni hækka minna eða jafnvel sko verðhækkun muni stoppa og þeirra áætlanir það að gera sér fé og lífeyri úr fasteignakaupum að það muni kannski riðlast við það ef að leigjendur fara alltaf inn að vera sterkari rödd og hafa kannski þau áhrif að það verði kannski hugsanlega bara betra að selja húsnæði frekar en að leigja og þar með kannski koma fleiri íbúar á markaðinn og það muni hægja á verðhækkunum og slíkt. Þannig að ef við náum til sko svona fjöldans húseigenda og fasteignaeigenda líka og þeirra siðferði að vera ekki taka þátt í að gera skilyrði og lífs umhverfi samborgara sinna með öllu óbærilegt að þá held ég okkur mun takast vel til ef að húseigendur sjáu sér hag í því að búa til samfélag þar sem að stór hluti samfélags verður ekki út undan og rauninni aðrir þurfa að lifa á bökum þeirra. En það svo ótrúlegt að þetta sé svona sér íslenskt fyrirbæri. Ef við skoðum markaðinn í kringum okkur, bara alla Evrópu, bara gott sem hvaða land sem þá þetta ekki svona. Ég meina, flesta þjóðir hafa 30-50% af leiguhúsnæði svona óhagnaðardrifið og það myndar svona verðmyndandi áhrif á markaði og það ekki þessi okurleiga, allavega ekki algeng, sko. En hérna á Íslandi þá bara þetta ekki til og mér svo gott eins og í Reykjavík, nú alveg gríðarlegur húsnæðisskortur og það vinstri stjórn innan gæsalappa, nú kallar Dagur sig einhvern vinstri mann eða ekki, en þetta ekki svona í hug að fara að byggja bara sjálfur fyrir fólki. Og meðan félagsbústaðir að skilja milljarða hagnað á ári, en þetta ekki í hug að byggja fyrir fólki, sjálfum sko. Láta þetta allt í hendina einhverjum braskurum sem síðan bara smyrja og selja á ljóðarétti á milli fólks og græða og þetta bara svínarí sko, í raun og veru. Já. Það sem Ólafur var að tala í gær að því að hann stóru fyrirtæki og hann hefur nú lengi barist fyrir því að lífeyrissjóðirnir á Íslandi fari og fjárfesti í húsnæði til að vera bestu fjárfestingu sem að lífeyrissjóðirnir geta gert. Ásgeir Brynjar benti á það að það voru breytingar, ég held að hann hafi verið að vísa til Svíþjóðar, þar sem var hækkað
hlutfallið þess sem að var lagt á sjóði að fjárfesta í íbúðarhúsnæði vegna þess að bæði það var öryggissjónarmið vegna þess að þetta er svo góð fjárfesting að lágum vöxtum til langs tíma, þetta er svo góð fjárfesting að það er bara betra að eftirlaunasjóðirnir sem þurfa að fjárfesta til langs tíma að séu í þessu fjárfestingum og svo hefur þetta náttúrulega samfélagslega líka mjög góð áhrif. Og hann talaði að svona skilyrðum þess að sko stofnanafjárfestingar eða stóri fjárfestar kæmu inn á svona markað væri sko með einhverjar reglur og hann talaði til dæmis var fylgjandi leigubremsu að það ekki stabilitet í markaðnum og síður valdandi þess að væru þarna inni einhverju svona hvað við segja, svona braskarar sem að væru að reyna að nýta sér tímabundna húsnæðisreglu til þess að spenna upp verðið og síðan myndi þetta hrynja og að fara það væri hagur stærri fjárfesta, svona stofnanafjárfesta að losna við braskarana. Og af því að Guðmundur var að tala þetta, hvort að það var hægt að ná í gegn. Það er hópur, kannski 25% sem að líður fyrir húsnæðisástandið, en 75% upplifa að þeir hafi hagað því. Og það er vandi leigjanda að komast þarna í gegn. Ef að svona megin þorri og öll umræðan eiginlega mótuð af áhuga hinna sem að telja sig geta grætt á húsnæði, að þá er erfitt að koma því í gegn. Og það þarf svona ákveðna mannúð í umræðu samfélagsins til þess að það sé hægt. Og ég hef verið að velta fyrir mig svona undanfarnar vikur. Hvar við erum eiginlega stödd á þessu? Það var annarkor eitthvað sem sagði að ég held að þú sagt Guðmundur svar frá einhverjum sem var að leigja. Ég gerir bara eins og markaðurinn, að það sé svona eðlileg viðmiðun sem að þarf ekki að sko vefengjast upp. Það er svona, ég fylgi bara Guði eitthvað svona, það er bara, ég gerir eins og markaðurinn og þar af leiðandi þetta óvefengjalegt og að einhver leyti lifum við í þannig samfélagi að ef þú gerir eins og markaðurinn og markaðurinn vill náttúrulega bara græða sem mest og spenna verðið upp, að selja allt á hámarksverði, að þá ertu safe. En það er eiginlega ekkert rými fyrir það í umræðinni að segja, viljum við búa í samfélagi þar sem að kannski 20% af fólkinu hefur það bara mjög slæmt og þar sem að húsnæðismarkaðurinn, hann eiginlega alvarlegasta vandi sem að þetta fólk á við að etja í lífinu. Viljum við að hafa það? Þó svo að ef þú ert kannski upp í 70% eða eitthvað staðar, gætir kannski aðeins bætt ellilífeyririnn með að níðast á þessu fólki. Ég meina, viljum við hafa það þannig? Þannig að ég að velta fyrir mér, vantar ekki bara svona aðeins aukna mannúð í umræðinu á samfélagið til þess að sjónarmið þeirra sem að sko verða undir húsnæðismarkaðinn og þessum húsnæðismarkaðurinn bara þeirra aðalböl, að það komist á dagskrá. Og hann ég eiginlega að vísa til dæmis í það að liðu 860 dagar þá til að milli þess sem RÚV hafði áhuga á því að tala við leigjendur. Þáttur allir viti það að sko, húsnæðiskreppan með eitt stærsta fréttamál síðustu ára, það bara hannig. En það bara ekki fréttum. Eftir að við gerðum þessa grein, þá sendi ég á mánudagsmótunum erindi inn til RÚV og bað þá að fjalla þetta. Vildi fá umfjöllun annarkvort í fréttunum eða í Kastljós og þeir hafa ekki einu sinni svarað. Nei. Ekki komið neitt tilbaka. En var ekki einhver sem sagði einhvern tímann að það er að dæma gæði samfélags á því hvernig þeir veikustu hafa það? Skiljiði mig? Það var næstu því hægt að segja að Lyndon B. Johnson hafi sagt þetta í frægri ræðu í Ann Arbor 1964, þar sem hann hélt ræðu og sagði það að eina réttlætingin fyrir okkur að búa til formlegt samfélag á milli okkar, að vera að taka skatta og gera eitthvað svoleiðis, að búa til samfélag þar sem við lyftum upp okkar veikasta bróður. Það er hlutverk ríkisvaldsins. Og þetta eiginlega svona goðsögn eftirstríðsára hagkerfisins sjálfa sig, þar sem að markmiðið var að auka jöfnuð, auka réttlæti og fólk hafði svona trú á því að hægt og bítandi myndu allir hafa það betra. En við lifum ekki við þennan samfélagssáttmála lengur. Við lifum við þennan samfélagssáttmála í dag að sá sem að hefur aðstöðu til þess að græða, hann á auðvitað að gera það. Og það er alltaf, það er aldrei að efast þann sem er að græða, vegna þess að það er auðvitað markmiðið. Ef hann græðir þá er hann að gera eitthvað rétt. Og ef þú ert ekki að græða og ef þú ert orðin undir, þá er þú að gera eitthvað vitlaust. Það er ekki eitthvað eins og Johnson var að segja, að það sé eitthvað að fátækt sé vandamál samfélagsins sem einn fátæki verður fyrir, heldur núna eiginlega talandi til dæmis eins og spjallþætti á RÚV, þá meira og minna talað út frá því að hinn fátæki, það sé eitthvað persónugalli.
það ekki að mennta þetta fólk, það ekki að kenna því fjármálalæsi, þið kannist við þetta. Þetta Já, fjármálalæsi, já. endalaust tal, eitthvað millist þetta fólks hinna fátæku og hinna fátæku komast aldrei að borðið, þannig að maður svelgist á kaffinu þegar maður heyri Guðmund Arngrímsson tala sem leigjanda í Morgunútvarpinu. Já. Jú, ég alveg sammála, við þurfum að höfða til þessar fólks og til þessar mannúðar og þessar samkenndar og þessar svona sameiginlegu ábyrgðar á góðu samfélagi og ég held að einmitt að sko, að því að við erum nú öll gott fólk og við svo sagt en ef að okkur gert kleift að græða 100.000 krónur á mánuði í staðinn fyrir 60.000 án þess að þurfa nokkuð tíman að horfa svona mikið á afleiðingar þess að þá, og þetta einhvern veginn orðið normalisera, þá mjög erfitt fyrir hvaða gæðing ættingja eða vini eða þá sem að standi í svona að leigja út íbúðir. Það erfitt fyrir hvaða gæðingar sem að hafna því að þegar þetta orðið normaliserað og það einhvern veginn svona þensla í samfélaginu og það virðist vera svona einhvern veginn gangur í öllu, þá er svo erfitt að horfa á þá sem ekki í partíinu og erfitt að svona hugsa til þess að það séu hugsanlega einhver hérna fyrir utan sem að fá, eins og þú nefndir Gunnar Smári núna nýlega sá ég þú tala að þessar tekjur sem að bara þessir fátæku gætu haft við lækkun húsaleigu bara 30.000 krónur og væri ekki nema það, að það væri svona það sem að skipta á milli þess að geta hugsanlega átt merkingafull líf og tilveru og samvisti við annað fólk, að það skilur bara þar á milli, hvort að fólk eigi peninga bara til að halda líka hagfræðingarna, að þá ræddum við einmitt þetta, þar sem að það var talað hvað það var stórt svæði sem var að tala að meðal húsnæðiskostnaður leigjanda væri 24% af ráðstöfunartekjum, en hérna þetta, 40, 50, 60 og þessi munur þarna á milli, ef þú missir þetta, ef þú fengir þetta, segjum að borga 50% af ráðstöfunarféðinu í leigu í dag en gæti farið niður í 24, að þá færðu þarna, það ávið flesta, vegna þess að það eru frekar fátækara fólk sem á leigumarkaði, þá færðu það kannski lykilinn að því að geta búið sér til gott líf, kannski uppfyllt alla drauma sína gott líf, því að draumarnir eru kannski stærri en það. Þannig að þú fengir þetta, getur verið 30, getur verið 60, 70, 100.000 krónur. Ég held að þetta færi rök fyrir því að leiga hér sé almennt svona 80 til 100.000 krónur dýrari heldur en ætti að vera. Að ef að leigjandi fengi þennan pening, að það náttúrulega myndi hann eyða því í neyslu og fagurt mannlíf, fagurt mannlíf. Og svona gera eitthvað fyrir fjölskyldur sína og draga fram það fjölskyldumynd með einhverjum kannski útilegum og ferðalögum og upplifun fyrir sig og sína og einmitt taka þátt og vera virkur í svona menningarlífinu og svona, því að ég veit það þegar að hlutirnir voru sem erfiðastir hjá mér, þá kom það ekki svona til greina bara að fara í kvikmyndahús eða hvað þá að hugsa til þess allt sem var á boðstólum í menningarlífi og veitingastöðum eða það er svo sem ekki mikið svona hægt að nýta sér það hvað sem í dag en mér fannst á tímabili þegar ég var sem lægstu launin og var að reyna að koma fyrir á húsaleigumarkaðnum að ég ætti ekkert heima í þessu menningarlega samfélagi þar sem að fólk skemmti sér og nýtti sér öll þessi tækifæri til þess að fara á tónleika eða fara í ferðalög og útilegu og svo voru allir að sportast eitthvað á alls konar fjallahjólum og gönguklúbbum og svona. Maður dettur svolítið svona bara að því að andinn og frumkvæðið hjá manni svona koðna niður við það að þurfa að vera að hugsa endalaust í að velta fyrir sér stöðu sinni og hvenær hún lagast og
og svona láta sig, reyna að láta sig detta í hug einhverja leiðir til þess að lagfæra stöðu sína og brjótast út af þessu umhverfi, að þá verður svona þessi bara, eina sem verður eftir, það svona þessi vilji bara til þess að bjarga sér. Þar leiðandi sko svona verður þessi lægsti samnefnari eftir, það að segja bara að vera til og vera til staðar fyrir börnin sín og reyna að standa við þær skuldbindingar sem maður hefur tekið að sér sko. Og það er leiðandi sko, þetta alveg ótrúlega mikið frumkvæðiskraftur og talandi og svona hugmyndu auðgi út úr samfélaginu í öllu þessu fólki, vegna þess að þetta er oft á tíðum mjög hugsandi og svona gagnrýnt og róttækt fólk sem lætur sér ekki lynda að leika sér brosandi inn í þessu kapítalíska samfélagi sem endar þarna út á jaðrinum, og í því felst alveg gríðarlegur sköpunarkraftur sem er alveg óbærslega mikið synd að við skulum einhvern veginn setja bara út á jaðarinn og svo bara rauninni sko múlbinda það bara þögult í myrkrinu og við sjáum svona öðru hvoru í blikið á því, og núna hafa sumir séð í glyrnurnar á okkur og mér finnst bara eins og sumir séu svona farnir aðeins að skammast sín, og sem ég held að sé bara allt í lagi. Ég talaði stundum fyrir því að það mætti nú bara vera þannig að ef maður hefur gert eitthvað sem hefur kannski komið öðrum illa og maður hefur gert það hvort sem viljandi eða í einhver sofandhætti, þá bara allt í lagi að finna til ákveðna sektarkenndar yfir því eða einhvers konar svona krafti til þess að reyna að breyta því og vera með því að breyta því. En þú varst að tala um gæðablóð, fólk sem var í gæðablóð og var að leigja hærra verði. Sko, mér finnst þetta nefnilega ekki vera dæmi manneskju sem góð manneskja, að vera að leigja á hærra verði þú þarft og raun og veru mjólka pening út úr fólki í neyð. Þetta bara skilgreining fyrir mér, alveg sem mér finnst ekki í lagi að fólk geti kallað sig gott fólk og lætur þetta viðgangast bara á markaðnum, að það sé verið að níðast hérna fátæku fólki í 2000 tali. Þetta bara ekki skilgreining á góða manneskjum fyrir mér. Það eitthvað að svona fólki. Það bara það sem ég finnst, sko. Og ekki batnaði þegar Guðmundur fór að tala að allir væri góðir og svo væri fólk að leigja og það liti bara framhjá afleiðingum gjörða sinna sem hefðu þessar afleiðingar sem hann var svona að lýsa áðan að fólk bara hverfur ofan í myrkur. Þetta er ekki lýsing á góðu fólki, sko. Þetta er eiginlega lýsing á það getur verið þessi gott á upplagi, þetta er lýsing af fólki sem eru vel á vont fólk. Það er með góðan frá. Það er í ástandi að vera vont fólk. Já, en þetta er fólk sem sko er fjölskyldufólk og svona. Það verður alla getur til þess að vera gott fólk en það bara ekki. Ég held að sé bara ekki hægt að kalla sig góða manneskju og vera níðast á leiðendunum sínum. Það er bara ekki hægt. Þú getur ekki horft fram með því. Nei. Herru strákar, ég ætla að fá þakka ykkur fyrir að koma inn. Það var nokkri reynt að koma inn. Kári og Guðmundur, það hefði ekki gengið vel, þannig að við ætlum að setja þetta eftir þátt og reyna átt og gráði hvernig tæknin er, hvort þetta sé auðvelt. En rifjaði upp fyrir þættinum að ég hefði verið á skrifstofu Leigjendasamtakanna 1979. Þetta segir ykkur frá einu, þá kom inn á skrifstofuna ungt par sem að sagði raunir sínar ekki fór með raunir sínar, þau farið sínar ekki sléttar. Þegar við vorum að tala um hvað er að vera góð manneskja og hvað er ekki að vera góð manneskja. Og þau sögðu var leigt íbúð í Ljósheimánum af manni, eldri manni, og það fylgdi í samningnum að hann var áfram í íbúðinni. Þetta er svona næstu þess og það er svona fóstbræðrasketsa sem maðurinn er áfram í íbúðinni. En hann sagði, ég er bara inn í einu herbergi og ég er bara meira og minna það, þannig að þið hafið alveg alla íbúðina. Og svo var talað um hvað leiguverðið var og svo bættist við en svo þurfum þau að kaupa í matinn og þá vildi þau elda fyrir hann líka og þau elduðu og keyptu matinn og hann borðaði og svo borguðu auk þess einhverja leigu. Og þau sögðu þetta svona gekk í svona smá tíma en svo var alltaf svona erfiðara því að kallina át svo mikið. Það var bara að sjóða kannski eitthvað, þá var hann bara, ég held að hann hefði borðað bara svona 400-500 grömm af kjöti og ég var bara alveg hættur að skilja þetta vegna þess að þetta er ekki til að stór maður og svona hann bara bárðaði svo rosalega mikið. Svo eitt kvöldið þá var Hagkaup komið út þarna í Skeifunni og þá fór maðurinn, ungi maðurinn,
fór út að kaupa í matinn og sagðist að hafa keypt meðal annars 5 kexpakka og sett á upp í skáp og gengi bara frá matnum og allt svoleiðis og svo morgunin eftir þurfti hann að fara í vinnuna klukkan 7 um morguninn og fór fram og þá var kallið búinn að borða alla kexpakkana 5 og sagði, hvað getum við gert? Þannig að þetta voru svona erindin og þannig að það svolítið erfitt þegar fólk í svona nánu samskiptum þar sem annar hefur svona rosalega valdastöð á móti hinum að það kom alls konar hluti fram. Stundum þetta bara eins og maður sé að lesa Dickens eða eitthvað sko, sem að Dickens var snillingur í að skrifa þetta, hvernig einn að reyna að græða á öðrum og hvernig það raunverulega býr til vondar manneskjur, svona slíkt ástand, þar sem hann að raunverulega lýsa frumbýlis árum kapitalismans, þar sem að grind samfélagsins, þetta fyrir tíma velferðarkerfanna og allt slíkt, þar sem grind samfélagsins hryllileg. Og það ef að fólk vil sjá svona Dickens finna Dickens-sögur, þá helst að finna það á íslenskum leigumarkaði, íslensku samfélagi, því það algjörlega ótæminn markaður. Leigjendur hafa næstu því enga vernd, þeir hafa rekurtur lögum þetta, þeir halda ekki, það til dæmis á að byggjast upp uppsagnarfrestur, en hann gerir það ekki raun vegna þess að leigusalar gera bara alltaf árssamning í einu og það byggist aldrei upp réttindi, það fólk sem búið kannski 7 ár í sama húsi, en hefur raunverulega bara sama rétt, bara út getur fyrir sagt með 3 mánaða fyrirvara þegar samningurinn að reyna út. En við ætlum sérst að halda áfram að tala húsnæðismál, við ætlum aðeins að þróa betur þetta innringingasystem á Rauðaborðinu. Það væri voða gaman ef það væri hægt að þróa þetta þannig að hér geti orðið svona einhvers svona fuglabjarg, öðruvísi heldur Facebook og aðrir samfélagsmiðlar eru. En ég þakka fyrir í kvöld og Rauðaborði verður með hefðbundnu sniði á morgun klukkan 8. Þá verður við að fjalla eitthvað allt annað. Takk fyrir í kvöld.